sem eitt. Og þið líka sem heimasitjið. Ég heiti Ragnheiður og stofnandi Hannesson og hér eru þessir yndislegu skátasveinar sem eru búin að vera að gera það gott og syngja fyrir fólk áratugum saman. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ójú. Já. Ójú. Þið kynnið ykkur bara sjálfur. Já. Ég heiti Guðmundur Pálsson. Örvar Aðalsteinsson. Ævar Aðalsteinsson. Sturla Már. Og ég heiti Björn Hilmarsson. Og hérna við trommusetti Árni. Árni er ég. Heyrðu, og bara fyrir ykkur sem heimasitjið og missið af því að sita hérna með okkur í salnum, að þá er hérna heilt samfélag af skátum og þeir voru ekki að væli við því þó að sé hálka og snjór úti. Enda aldir upp í því að bara vaða í þetta. Bara njótum, allir syngja með sínu nefi og það er streymt og þið getið notað streymið áfram. Svo er aftur eftir viku, þá er Þráinn Árni og syngur jólalögin 7. desember. Og þetta lifir á netinu, þið getið haldið áfram að njóta. Tökum all undir. Gjör svo vel. Það vantar fjárstýringuna, það er einhver stólið. Hérna, í stalinni, vilt þú fá hana? Gjör svo vel. Jæja, komið þið sæl. Við erum svo heppin að það er landsmót skáta næsta sumar. Það verður svona pínu undirtónn í því sem við erum að fara að gera. Aðeins að fara svona yfir sögu landsmóta og hvernig þetta allt saman byrjaði. Byrjaði náttúrulega mjög smátt á Óljósvatni. Og ég veit nú ekki nákvæmlega ártalið þarna, en það er verulega langt aftur á bak. Getur verið 66. 42 er mér sagt. Já, ok. Við ætlum að kíkja svona á nokkrar myndir frá fyrir landsmótum. Hver var 62 á Þingvöllum til sem dæmi? Já, nákvæmlega. Ég segi það stundum að fyrir 40 árum fór ég á Jamboree í Kanada. Það voru 80 manns sem fóru. Það er ótrúlega mikill hluti enn starfandi. Þannig að þetta hangir svolítið í okkur. Bjössi, veistu það að Mosfellsbær voru stofnaðar af landsmóti skáta á Þingvöllum 62? Nei, þetta þyrfti eiginlega að koma í. Núna munið þið það. Já. Spurt úr hérna í lokin. Heyrðu þið, Hreðavatn 66. Þangað fór ég í heimsókn, ég var 30 ára. Það var eldri bróðir minn hann á mótinu. Já, vel gert. 79 Úlfljótsvatn, yfirleitt rigning. En nú ætlum við að hella okkur í fyrsta skátalagið. Það er næstum því einn hljóðfæraleikar á mann, þannig að þeir verða að syngja hátt. Saga þaðan sem verður að fá að komast hérna. Það klikkaði hátalarkerfið. Þannig að mótstjóri hélt þessa þrumandi ræðu og heyrðist ekkert. Og það var náttúrulega vindurinn í hina áttinu og allt þetta. Þetta var ekki alveg okkar dagur. En hann pínu hefndi fyrir þetta finnski fararstjórinn á slitunum.
þá hélt hann þrumandi ræðu á finnsku sem enginn heyrði. Óljósvatnið hopp og hí. Text eftir Ingólf. Við erum á skiptis á Akureyri með landsmótin og svo Úlfljótsvatnið, þarna vorum við 93 í Kjarnaskógi og það var einmitt sama með títtnefnt hljóðkerfi, þau klikka stundum, það heyrðist ekki hátt upp í brekkuna frá sviðinu, þannig að þegar fremri parturinn kláraði þá var alveg lína eftir í efri brekkunni sko. Og þá kom nú vinnur okkar Gunnar Atlason heitinn og stóð bara það í miðri brekku og stýrði efri partinum. Hreistu þið við, ef ekki að taka það án hreyfinga. Eða með hreyfinga. Já. Siggi getur komið hérna og hjálpa okkur með hreyfingarnar. Já. Fyrst að við vorum búin að undirbúa það. Já, nákvæmlega. Sérstaklega þegar við erum í landsmótsbrekkunni, það er svona hægt og rólega að lærast hreyfingarnar og svo undir lokinu öll brekka með. Það var einu sem á landsmóti á Úlfljótsvatni fyrir gefið. Þá er ljósmyndari mokkans fyrir framan okkur á sviðinu og ég segi svona við hann, komdu bara, taktu myndirna héðan. Og svo tókum við dúdilidú og allan pakkan og ég snýri mig svo að hann og segi, hvernig fannst þér? Þetta var æðislegt. Ég er löngu búið með filmuna. Ætla hafi ekki sirka verið á þessu móti. Þetta er nú líklega eina fjölmennari kvöldvöggurum, 99 Úlfljótsvatni.
Allir kátir. Bílað. Austur-Úlfljótsvatni. Og Rock'em My Soul og Ískotið Hólföld. Siggi, komdu aftur, taktu hérna megin með mér. Já. Er ekki bara að byrja að syngja allt saman? Já, og svo byrjaði þú á Rock'em My Soul. Rockin' my soul in the bosom of Abraham. Rockin' my soul in the bosom of Abraham. Rockin' my soul in the bosom of Abraham. Oh, rockin' my soul. Too high, you can't get over it. Too low, you can't get under it. Too high, you can't get under it. Gotta go through the door. He's got the whole world in his hands. He got the whole world in his hands. He got the whole world in his hands. He got the whole world in his hands. Rockin' my soul, in his hands. He got the whole world 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 in his hands. Ekki rigning þetta kvöldið. Dagsins besta. Dagsins besta melodía,
Það verður ekki alveg búið að halda fundum þetta, sko. If you're happy. Ef það er kalgi sem að veist að klappa það með höndin. Já. Og bara til að leiðrétta þetta svona í eitt skipti fyrir öll, það er ekki smell your fingers. Það heyrist nefnilega stundum. If you're happy, you know it, smell your fingers. Bara svona að því að það er manni kært, sko. Já. Heyrðu, Hamrar, Akureyri 2008 og ef þú eignast hauskúpu. Já. Ef þú eignast hauskúpu, hey, þá sendir mér að fyrir í sólinn sæðu kveiki. Hún á að gefa sömum hvað, það er svo að vera elegant. Lífið lítið er stóri og sannri, og mæta lítið honum er svo bæni. Og ljómandi er jafnvel hvað, gefið hann lítið á sig eilífið að vera. Vertu bara hérna. Heyrðu, við höfum tekið þetta gingan gúli með alveg svakalegum látum og látið alla öskra úr sér lungun og allt það. En svo höfum við tekið það líka þannig við syngjum bara mjög fallega. Og það er það sem við ætlum að gera í kvöld. Við ætlum að syngja það bara fallega og rólega, eða ekkert rólega, í réttu tempói. Það er kvöld en núna? Já, einmitt. Og þið byrjið á umba. Við ætlum að syngja það yfir allt saman, svo tekur Siggi byrjar að umba hérna meginn og svo svissum við. Þið kunnið þetta. Hey,
Þetta er allt annað lag, tekið svona. Heyri, 2012, Úlfljótsvatn, Enn sól. Kunnulegi menn á mynd. Já, mest að fyrir það. Síðustu 30 árin. Kunnulegi myndalegi menn með bassan eða? Og það er óljóst. Útilegu í, Arka ég og ný. Þið sem eru heima, ekki fara að pissa, þetta er ekki búið. Nei, henn er von. Ég er ekki hljómið að út að deila þessu á bara mann og annan. Þau getur kannski nýtt þetta í staðin fyrir fréttatíma. Það er rétt. Þau eru bara hætta með hann bara þegar koma þess að. Ok. Bíddu. Þeir verða að byrja. Já. Gangan er erfið og leiðin er haug. Við ettum og skorin með þessum söng. Nú greinir byggðin og brekkan er há. Brosum krakkar þá. Og byrgir gír og hásina. Brosin er tónsinn sem erfiðan. Og ræðir husk og í bölsinn. Brosum þá er sigur líf. Og enginn er verri þó völdin er. Og vitastu fáum við þeimir enn. En hátum með armæðu á okkur þá. Brosum krakkar þá. Og byrgir líf og hásina. Brosin er tónsinn sem erfiðan. Og ræðir husk og í bölsinn. Brosum þá er sigur líf. Ég eigast eftir að fá vís til að sponsora þetta lag. Þetta er alveg borlíkjandi. Bara vísar við bara. Yrði Hamrar 2014. Þarna var nú ekki alveg sóles Úlfljótsvatn. Það eru heilmiklar hreyfingar í þessu. En það var í fyrsta skipti núna í sumar sem ég las allan textan. Og þá skildi ég af hverju við erum yfirleitt bara með þessar fyrstu ísur. Já, þetta er bara Þetta hérna, er heil ritgerð. já. Það er aldrei stundvísinn hér. Velkomin Stefán minn. En þetta er bara hið argasta kvæði en fyrir hlutin er svona sakleysastur. Þannig að við tökum það. My body is a mercy. My body is a mercy. My body is a mercy. Holding back my body to me. Holding back my body to me.
Þetta lag meina ég, klikkar aldrei. Það er meiri táp, meiri söng. Við erum að komast nær í tíma. Bakbókin. Það var fyrir, ekki 75 eða 80 ára stórafmæli bandalagsins. Þá var haldin hátíð í Laugardalshöll. Ég man ekki alveg árið. Já, getur verið 80. Þá vorum búin að fara í öll skátafélög og halda litlar kvöldtökur svo allir myndu vita hvað er að gera þegar þeir kemur í höllina. Í þessu lagi vorum við sérstaklega búin að æfa það. Við myndum syngja þetta niður að hérna er orðið reynt hér upp á Heiði og Drauga Hjal og svo myndi salurinn öskra. Svo myndum við ganga mjög ákveðin og segja nei, þetta var alveg ómögulegt. Öskra miklu herra.
Svo þegar komu 3000 í höllina og öskruðu pínum mikið herra, það var rosalegt. En ég reis tjöld. Þú koma svona þessi þroskuðu skátar sterkt inn í. Já. Það er ofið effektur með það. Ok, skátakórinn fyrir sér. Heyrðu, þetta er nú líklega fjölmennasta athöfnin á Úlfljótsvatni. Erlenda mótið, international mót, heimsmót, róverskáta. 1825 ára. Það eru 6.000 manns þarna. Þetta var jamboree fyrir eldri hópinn. Já. Og það er gaman að segja frá því að í Kanada á næsta móta undan voru 2000 og eitthvað þáttakendur. Já, Ísland var Og það var spennandi. spáðið að bara leggja þetta af, þetta væri alveg hallarlegt. Og okkur tókst að rífa þetta þar upp og það mætti eitthvað 4500 pluss á Úlfljótsvatn. Og þetta er bara okkur. Það var í Portugal núna, sést. Er það típist ef við vorum að safna liðinu inn í mót starfsmenn, þá var allir mjög jákvæðir, en það skráði sig enginn. Það var ekki fyrir við fórum að spyrja, ætlar að borða? Já, þá skráði fólk sig. Þá vissum við hvað við þurftum að elda mikið. Þegar sólin og vorið, Hvað segirðu? Ég var að googla hann, fættur 1911. Tryggvi? Skólastjóri og skálahöfðingi fættur 1911. Já. Akureyri. Já.
skátakórnum fórum ákveðum að taka svona Tryggva Þorsteinssonar vetur, eins og allir hinir veturinn hefði ekki verið það, við bara vissum það ekki að þá gerði ég mig grein fyrir því bara hvað hann var svakalega stór. Þú veist bara lögum sem var verið að spila á venjulegri kvöldböku bara í dag bara, þú veist, 40–60% eftir það. Þú veist, það er bara eitthvað ótrúlega hlutfall. Já, þú veist, ef Tryggvi hefði ekki skilað sínum arfi, þá verður kvöldbökur í dag ekki meira allt þessi. Það væri bara hálftími. Já, það væri bara hálftími. Já, það er bara hálftími og þar af 15 mínútur fólk. Fram í heiðar og. Fram í heiðar og, fram ég fór stað og bjó, það sem byggir og fjandra vingra. Það vistinn ég góð, aldrei heyrist að ljón, það lífið í lífur og það. Heiðar góð er mín, það sem byggir og fjandra vingra. Það vistinn ég góð, aldrei heyrist að ljón, það lífið í lífur og það. Þeim hljóðum börn, undir stjarnanna gröf, ef ég stara með spyrjandi frá. Leið í geim, vera dásemdum þeim, sem hvort hlaupar í að heimur á. Heiðar góð er mín, það sem byggir og fjandra vingra. Það vistinn ég góð, aldrei heyrist að ljón, það lífið í lífur og það. Þess og þar, reynir því djúpan þeim, þegar hann þyrraður fangar nú hól. Þegar ég ekki horfin er flygandi torg, yfir lífið í heiðarna ró. Heiðar góð er mín, það sem byggir og fjandra vingra. Það vistinn ég góð, aldrei heyrist að ljón, það lífið í lífur og það. Fyrir okkur Sigga er þetta ekkert mál að stjórna svona söng. En þetta væri ekki hægt nema fyrir þetta band. Viljið þið klappa fyrir þeim? Við Sturla erum styrktir af Taylor. Já, það er bara þannig. Þeir vita bara ekki af því. Það er smá saga fyrst við erum á landsmóti Úlfljótsvatni. Að því að við í Garðabænum vorum við hliðin á Mosfjörðum á landsmóti og gaman saman. Nema, sko þeir byrjuðu, svo það sé á hreinu. Þá fór einhver Mosfjörðinn inn á Vífilsvæðið, tók niður Vífilsfánan og dró hann öfugan upp, þannig að hann var á hvolfi. Þetta þótti náttúrulega argasta svæsni, sko. Þannig að það var einn frá Vífli sem fór nóttin eftir og tók niður Mosfjörðarfánan með minni en að setja upp sjóræningjafána.
svona gekk þetta svona sakleysislega á milli. Vífill kom einhvern tímann á hefndi sín og setti einhverja trönu í hliðið hjá þeim, þannig að það var eiginlega ekki hægt að labba inn og ekki hægt að labba út og þetta svona jókst aðeins eftir vikunni. Svo kom Steinn úr Víbli í útvarpið, í útvarp mótsins og sagan segir sko að hann hafi verið spurður og hvað fréttir, ekki allt gott? Jú, það allt frábært, það sko kakó, það sem sagt, það kvöldvaka og tertuveisla hjá Mosserum í kvöld klukkan 9. Allir velkomnir. Þetta fór nú svo illa í mótstjórn af því þátt að vera einhver annar dagskrárliður kvöldi eða eitthvað svona. En þessir ágætu Mosserar og Gunnar, vinnur okkar Atlason heitinn, þeir tóku boltan svo flott. Það var brunanir á Selfoss, farið í Sankup og Netto og Krónun og allt þetta, allir tertubotnar keyptir upp. Rjómi og hvað heitir það, Níðsonir, ávextir og alls konar. Og þegar við fréttum þetta, þá gátum við ekki annað en að fara inn í matatjald og elda 2 dunga kakói. Svo náttúrulega klukkan 9 marsirum við yfir með 2 kakódunga og þeir voru með kökurnar. Þetta var snilldarlega gert að þeim. Ef við lítum yfir það,
Þetta var síðasta sumar. Rigndi alveg hreint svakalega. Og svo kom sólin í 3 daga. Þannig að þetta jafnaðist dálítið út. Þetta var mjög skemmtilegt sko að við komum þetta á 50 held ég, og það rigndi, það var ekki rigning, það var svona úrhelli. 50 dag, 1. dag, laugardag og sunnudag. Mótið var að grafa skurði. Já, og svo kom sól á mánudaginn og þá svona bara endurfættust allir bara, þú veist, maður var konið svona soldið í öðru. Svo bara á mánudaginn sól og allir bara eins og aldrei hefði verið rigning. Svo var svona bara milliveður á þriðjudeginum. Svo byrjaði að rigna svona aðeins á miðvikudeginum. Og þá vorum við bara að segja krökkunum að fara í regnjakka og eitthvað svona. Þau bara hlóða okkur sko. Þau voru búin að vera í bílaþvottastöðu í 4-5 daga og þetta bara kölluðu ekki rigningu sko. Þetta skiptuðu engum máli. Var ekki rigningin bókuð til þess að rækta seglu? Já, stokkalega gerðum það. Og núna eigum við þessar 12 ára krakka sem eru búin að vera sko fálkaskáttar á landsmóti þarna í rigningunni í marga daga og fóru svo á Þingvallavelli núna á fálkaskáttamót, lendi í sko 20 blúsmetrum og fljúandi stórtjöldum og flutt yfir á þarna Úlíksson. Þannig að þessi 12 ára krakkar eru bara svona, þú veist, þetta eru bara, ég að leið í sérsetur. Þetta var að vikinga. Þess að við hérna. sem verður næsta sumar. Fyrir norðan byrja að bóka hótel eða taka með ykkur tjald, þið má velja. En undirbúningur er farin á fullt og það er verið að heimsækja félaginn og láta alla vita. Og við tökum alltaf sögun af því þegar við erum að kynda undir foreldrunum í Garðabænum, í Víbli. Einu sinni þurftum við að leigja vörubíl og það voru cirka 5 tonn. Það voru borðin og það voru stólarnar og það voru 100 trönur og alls konar. Þannig að þetta er dálítið mikið mál. Takið í þátt. Heyrðu, ein hugmynd? Innan fyrir að þetta tilbaka, það er mjög auðvitað að muna hvenær þetta landsmót verður. Þannig að það er sem sagt 2026, þetta er 2027. Ártali er í, þetta er 2026. Þetta er glöndur líkast. Þú minnum við það. Glöndur fólk fleiri. Við ætlum að leggja þetta upp sem svona hugmynd fyrir smá pall. En ég ætla bara að benda ykkur á það, sko, allt ykkur... Er þetta trönur úr Garðabæ? Nei, þessar eru norskar. Sjáið bílinn. Og þá sjáið þið samhengið. Við grínumst með það að þeir hafa líklega ætlað að gera olíuborpall. Heyrðu, önnur hugmynd fyrir félögin, eða fyrir fjölskyldubúðir. Svo kemur sagan af leikhúsreiknum. Hafa einhverju heyrt hana?
Ok, þeir sem hafa heyrt hana, sorry, ég ætla að fá að segja hana aftur. 1990 er árstalið og það er alltaf að ég láta þetta gossa. Við höfum svona sýnt þetta stundum af og til í mjög lokuðum hóp. En það er spurningum að slökkva á streyminu, strákar. En það eru 35 ár síðan. Og við vorum undirbúa mótið og það var einn aðili, Gestur Geirsson, sem býr núna fyrir norðan. Hann átti að sjá að kaupa allt sem bara allir þurftu fyrir dagskrána og fyrir mótið. Og það var alltaf eitt sem stóð út undan. Það var sko dansflokkur, skátastelpur sem ætluðu að dansa í upphafsatriði mótsetningar. Og það létu sér dreym að fá svona leikhúsreik sem myndi liðast gólfið. Þið vitið svona eins og maður sér bara hreinlega í leikhúsinu. Og Gestur var í stólpavandræðum með að finna leikhúsreik. Hvar finnum maður leikhúsreik? Þá kom í ljós, daginn fyrir mót, að það væri hægt að fá poka og líktist hveiti. En fullur poki sem maður kveikir í með rokelspýtu. Og svo kemur hann á mótstað, klukkutíma fyrir mótsetningu. Þetta er komið, þetta er klárt. Og þá byrjuðu spurningarnar. Og hvað gerum við svo? Ég setjum þetta bara í pott. Þá er hægt að kveiki í og stýra þessu eitthvað. Og hvað á að setja mikið? Það veit ég ekki, setjum bara allt. Þetta er það sem gerðist. Ég ætla að sjá hvort að tæknin hleypir mér með þetta í gang. Ég ætla að verða að bæta pínu við. Hérna hægra megin voru menntamálaráðherra, borgarstjóri, bæjarstjórinn á Seyðisfirði, presturinn, skátahöfðingjar, fyrrum skátahöfðingjar og þið veitir, allir boðsgestir. Jæja, þá klikkar það. Þarna. Svo meina að koma stórreikur. Það er það sem er við. Þær stóðu inni og dansuðu. Ég sagði við Gumma í gær. Nú látum við verða af því. Við sendum þetta í American Funniest Videos. Ef við fengjum nú verðlaun, þá rennur það í landsmótssjóð. Gestur var ekki með þetta aftur. Nei, hann var ekki með að sjá leikhúsleik. Þetta var einhver redding í gegnum flugbjörgunarsveitina því þeir hefðu verið með einhverja æfingu og þóttustöru kveikiflugvél og þannig fannst þetta. Þannig að næst er þetta ekki svona teskiðar. Já. En áður en við slítum þá í dag með bræðrúðarsöngnum og kvöldsöngnum, þá langar okkur auðvitað til að þakka Ragnheiði kærlega fyrir heimboðið. Takk fyrir að vera Takk með. fyrir okkur og því sem að heima sitjið. Það styttist í klósettpásuna. Tvær tilkynningar á mánudaginn kemur í hádeginu, þá er jólahangikjöt endurfunda skáta í skátaheimili Kópa í Garðabæ. Nei, í Kópavogi. Og allir velkomnir þangað. Þriðjudaginn 9. desember, klukkan 18. Verður skátakórinn með aðvendustund í skátaheimili Mósverja í Álafoss á þriðjudaginn 9. desember klukkan 18 í þarnæstu viku. Og þar kemur kórinn fram, það verður þekkt þjóðlagatríó og pulsur á eftir, þannig að það er kjörið og sjónhverfingar. Og þannig að það er til dæmis alveg kjörið að koma með barnabörnin.
og hérna meðan að börnin ykkar taka til heima á sig og vonandi að flestir komið þangað. Svo þegar stegast til að hafa eina auglýsingu viðbót. Nú er þið búin að hita svolítið vel upp. Á morgun í Landið með heimilinu klukkan 1. Þá ætlar Högni, hann er að gera gilververkefni sitt að taka upp allavega megnið af skátasöngbokinni. Og það okkur vantar bara því fleiri söngfuglingar því betra. Í Landið með heimilinu klukkan 1 á morgun. Þetta er líka að vísa á slóðina. Síðan var þetta bara ótrúlega skemmtilegt. Og við tókum eitthvað 20 lög sem eru rúleðin í gegnum. Og næst tökum við eitthvað önnur 20 lög. Þannig að allavega, líkamann, morgun klukkan 1 í Landið með heimilinu, háalið 9 við hliðina á MH. Þökkum Inga fyrir streymið. Og Andrési fyrir að gera þessa stund ódauðlega með myndatökum sem hann á eftir að koma síðan á internetið fyrir tækifæri. Þá held ég að og spilafélögum og stjórnandar skulum við gefa gott það. Þá slítum við með bræðra og söng og bara stöndum upp.